Ég búinn að vera í þessu frá 2009 og auðvitað vorum við þá með einhverja serjeftu lausnir eða svona teikningar og undirbúningstíma og byrjaði að undirbúa deiliskipulag og ýmislegt annað. En það má segja það svona frá 2020 þá byrjum við hérna að steypa upp fyrsta húsið hér þegar við erum búin að skila sjúkrahótelinu og núna síðastliðin 5 ár og þá höfum við verið hérna á fullu á þessu svæði. Við höfum vissulega löggjöfina sem setur okkur skýra ramma og allt það umhverfi og síðan erum við með önnur kröfuskjöl í útboðunum og það sem að skiptir auðvitað máli er að gæði kröfugagnanna séu sér best. Og þá er ég ofta að tala um hönnun eða tæknilegar útfærslur, verklýsingar og teikningar og annað. En leið að þrátt fyrir það að sé búið að setja ákveðin viðmiðunarmörk í tæknikröfum, þá þarf að lesa markaðinn, þá þarf að skynja í raun og veru hvaða fyrirtæki er á markaðnum sem að geta tekið þátt, bæði innanlands og síðan erlendis. Við höfum aðallega í þessu verktakaútboðum og hönnunarútboðum verið að horfa til innanlandsmarkaðar þó við bjóðum út á EES, en við viljum skynja markaðinn og þess vegna lesum við í raun og veru fyrirtækin áður, en síðan er það fyrirtækjana að koma með lausnir sem að mæta þeim kröfum sem við setjum og vissulega að þá eru samtöl, ekki samráð, við markaðinn eins og markaðsstöðum sem við höfum haldið í samvinnu við samtök iðnaðarins og útboðsþingi hjá samtökum iðnaðarins. Þannig að allt þetta það gefur okkur upplýsingar um það að gera betur. Og þetta helltist svona yfir okkur út af því að við vorum fyrst í samstarfi við Ríkiskaup en síðan tókum við þetta allt yfir fyrir 4 árum síðan og höfum byggt upp innkaupadeild til þess að bjóða út. Og það er það sem skiptir þá máli með það er það að fólk kunni í raun og veru vinnubrögðin og kunni það að nota þau kerfi eins og útboðskerfin eins og Tensine og leið líka að skilja og læra hvað er verið að kæra og hvað ekki því að við viljum vanda okkur þannig að við fáum sem fæstar kærur. Markaðurinn getur alltaf kært og hefur heimildir til þess og það er ekki verið að banna kærur en kærur eru tímafrekar því að kærunefndin hún tekur vissulega sinn tíma til þess að vinna úr kærunum og það getur stöðvað og þegar við erum komið með fjárbendingu upp á marga milljarða í þeim húsum sem við erum með þá er hugsanlega eitt lítið útboð sem er kært og þó að kæran falli síðan með okkur síðar að þá skiptir það verulegu máli að vinnslutíminn sé hraður hjá öllum í stjórnsýslunni. Þannig að það hefur verið nóg að gera og er nóg að útboðum. Það eru hundruðir útboða eftir því að við erum líka með lækningatæki og rannsóknartæki og búnaðinn og það fer allt saman í útboð.